Ok, heldum áfram. Ég langaði aðeins að segja frá, tala aðeins meira drawbackinn, þannig að ég þekki svolítið af þessu eigin þróun. User interface náttúrulega mjög erfitt. Ef þú ert með allt inn í einu að breyta einhverju, það svona, og Node, hann talaði það, en ég hef lent í þessu frequent deployment, það segja þessi breyting. Og það sem gerist það að það verður marga mánuði fyrir deployment, þá verður gríðarlega mikið af starfskraftum sem þurfa að fara í að undirbúa. Svo það bara vaktir meðan á deployment stendur og svo þarftu bara annan eins tímabil á eftir til að taka all eftirkastin. Og ef maður getur minnkað þetta niður í kannski nokkur sinnum á dag, þá einhvern veginn verður þetta hluti af bara vinnubráðanum. Og sumir, það er erfitt kannski í mínum bransa, þar sem að þessi má ekki klikka í svona lotteri bransa. En ef það þannig applikasjónir sem eru kannski meira entertainment, eða það eitthvað sem virkar ekki, þá var bara að laga alveg undir eins. Og engin skaði nema einhver varð fúll af því að eitthvað virkar ekki. IDE-in, eða sem þróunarumhverfið og gámurinn sem þú keyrir í, kannski vefgámur eða application gámur sem bara forritið sem keyrir forritið þitt. Þetta verður svolítið þungt og það sem kannski lúmskast að þessu, það þetta development team, eins og ég alltaf að segja. Hvernig ætlar þú að láta teimin þín vinna saman? Og þá þarftu að hugsa communication pathana inn í fyrirtækinu. Hvaða teimi þurfa að tala við hvað önnur teimi? Ef það er of mikið af svona communication á milli, þá getur það bæði gert kerfið vont, þá byrja menn að útfæra hluti sem eiga að vera útfærið í hinum staðnum, eða það senkar allt. Þannig að það eru til leiðir og það er náttúrulega það sem við erum að koma að það eru aðrar leiðir sem eru mun betra heldur en þessi monolith. Og síðan náttúrulega eins og hann sagði þessi technology stack. Okay, so what can we do about it? Well, a few years ago I read this excellent book, The Art of Scalability, which was written by some folks who worked at eBay and worked at PayPal. So people with experience of building incredibly large systems. And in this book, they describe the scale cube, which is a three-dimensional model of scalability. So you have x-axis scaling, y-axis scaling, and z-axis scaling. So the x-axis scaling is sort of the kind of clustering that we're used to, where you run multiple copies of your application behind a load balancer. So that's a very straightforward way of scaling. I'll get to y-axis in a minute. And then you have z-axis scaling, which is really partitioning of data. So for example, you'd use the primary key of a row to determine which one of many database servers that row should reside on. So it goes by the name of sharding. So those are two different scaling axes. And then the third one is y-axis scaling, which is really what this talk is about. And then another name for that is functional decomposition, whereby you break up your system by function. So you decompose this monolithic application into a set of services. So when we do that with our monolithic e-commerce application, it transforms into something that looks like this, where each logical component now becomes its own standalone micro app or microservice or service or whatever you want to call it, which is really, really good because now we're in a position to deploy and scale each component of the application independently of all of the other components of the application. So if we want, we can then apply x-axis and z-axis scaling to each component as we need to. So the big idea here is we actually partition what would otherwise be a monolithic system into a set of standalone services. And there's various partitioning strategies that you can use. So you can partition by verb, for example. So that gives us the shipping service. So it's responsible for performing an action. Other systems, they could have a login service. So that's sort of use case oriented. Or you could have another partitioning scheme where you partition by noun. So a service is responsible for a set of related entities. So in this case, we could have the inventory service that's responsible for products and keeping track of whether they're in stock and so on. So it's a little hand-wavy, but those are sort of the two main ways of breaking up the system, by verb or by noun.
But there's also some sort of guidelines from other sort of fields that we can adopt. So, for example, in object-oriented design, there's the single responsibility principle, which says that the class should only have one reason for change. It should only have one, in other words, it should only have one responsibility. So we could use that strategy to design our services. So each service, in other words, just would have a single responsibility. Another analogy would be with Unix, utilities. So Unix has a large number of utilities, cat, rep, find, etc., where each one performs a very small, focused task and does it rather well. But then you can combine them with a shell script in order to implement more complex functionality. So that's another guideline we should follow. But in some ways, partitioning the system is somewhat of an art. But there are some guidelines that we can use. So this architecture, the notion of having this, quote, service-oriented architecture or an app comprised of microservices or micro-apps, turns out to be pretty common. So if you go look at various high-end websites, you'll see that they all adopt this architecture. So for example, Netflix, which is the video streaming service in the US, I think other countries, their architecture is comprised of large numbers of services running on top of EC2 just, around the world. Likewise, Amazon has a similar service-oriented architecture. And they describe how, in order to render a page, the front end actually makes hundreds of calls into back-end services to get all the little pieces of data which are then used to construct the page. And likewise, eBay has functionally decomposed architecture as well. And yesterday, I think if some of you were here, you would have heard how The Guardian has gradually evolving in that direction as well. So you sort of start off, many sites, they start off in life with a monolithic architecture, and then as it grows more complex, they end up refactoring it into a service-oriented architecture. Áttu ykkur á hvernig þetta gert? Sjáu ekki ykkur vandamál við þetta? Með kannski 100 servisa gerandi? Hvað einn fyrir niður? Það fullt af hlutum í þessu, hvað segirðu? Nei, en hinir þurfa kannski að nota það. Hvað gera þeir? Þannig að það eru mjög góð svona engineer-rök fyrir því að struktúra hlutum svona, þá að vera með stórt teymi, fullt af stórum teymum, ég ætla að tala Amazon á eftir, sko. Og þú ert að vera með rosalega breytilega kröfur sem eru bara daglega. Sumir ekki með þessar kröfur. Það að segja, til dæmis okkar kúnnar ekki að biðja þetta. Og við erum samt að fara yfir í svona minni einingar. En þetta ætlum við svolítið að skoða í námskeiðinu. Komum aftur af Amazon og það smá kafli eftir ennþá með honum Chris. En þá þetta hugtak service-oriented architecture sem ég nú búinn að tala ekkert rosalega vel Mér finnst þetta vera leiðilegt hugtak og ástæðan svo að þegar ég byrjaði að stúdera þetta þá bara skildi ég ekki hvað menn var eiginlega að reyna að segja með þessu. Alls konar djöfusins vitleysa sem inn í þessu og það kom náttúrulega bara í ljós að það var engin sameiginlegur skilningur á hvað þetta væri. Og svo lentu menn í einhverju sápu sem mér þótti nú vera bara misnotkun á HTTP. Þetta mína persónulega skoðanir, þetta getur vel verið að aðrir hafi alltaf annars sögur að segja, sko. En það sem kveikti svolítið á perunni hjá mér var, og eiginlega staðfesti kannski þetta, var því ég var á ráðstefnu sem bara var á ráðstefnu þátttakandi og þá var Martin Fowler á þessari ráðstefnu og hann einmitt þá var einhver panel og þeir voru nokkrir í panel og þeir voru allir spurðir að kynna sig og svo það búin að því, þá áttu þeir að segja, já, hvað er SOA fyrir þig? Hvað myndir þú segja SOA væri? Og það kom einhver svakaleg skýring sem ég man ekki eins og hvað hann var að segja. Ég man það, ég skildi ekki hvað hann sagði. Svo kom næsti, það var eitthvað álíka yfirhlaðið orð, fullt af orðum sem voru saman í setningu sem hvern skildir ekki helminginn af orðunum. Og svo kom Martin Fowler, hann nú svolítið svona öruggur með sig. Hann sagði að þetta gagnslaust. Þetta gagnslaus umræða, gagnslaust hugtak,
það veit enginn hvað SOA og þetta hérna, þannig að hann gaf ekki mikið fyrir það. Og það sem hann var auðvitað að segja var það að þetta svo yfirhlaðið orð. Og þetta þýðir svo mikið fyrir sumir líta á þetta sem web services með SOAP og allan hérna web service stackinn. Aðrir líta á þetta bara sem monolith með bara einhverjum SOAP-þjónustum. Þá okkar kerfi service oriented vegna þess að við tókum monolithin okkar og settum bara þjónustur ofan á hann. Þannig að, en ef þú skoðar það sem að þetta hugtak nú ekki ónýtt, með ekki skilja þannig, það alveg notæft ef að þú skilgreinir það og þetta í raun og veru kjarnaskilgreiningin. Það að segja að það þýðir það að komponentar í applikasjóninni eru interoperable og þetta lykilatriði, interoperable, sem þýðir að þeir tala saman og þetta eru sjálfstæðar einingar sem geta að tala saman. Og þú getur notað sjálfstætt og tengt þær saman með einhverju. Þannig að þú með fullt af þjónustum og tengir það síðan saman. Alveg svo litlu Unix utility sem þið kannski kannist við. Þannig að cat og hvað þetta heitir. Það sem er hægt að setja í einhverja pípur og svona, þá er þetta sameina þetta í einhverja mjög flókna aðgerðir. En þetta eru pínu lítil utility, pínlítið forrit sem eru algjörlega samkvæmt single responsibility prinsipurinn. Cat til dæmis listar út fæl. Kannski þarf það að gera eitthvað það, pípar honum inn í grepp sem að filterar eitthvað út úr honum og það er síðan sendt inn í eitthvað annað. Og SOA á að vera þetta. En það er til margar mismunandi aðferðir. Sumir getur ekki nota SOA á þess að nota Enterprise Service Bus. Þá erum við komið með annan pakka sem er alveg yfir hlaðin. En þetta er skilgreiningin sem að ég myndi segja að væri svona, ég myndi nota þessi interoperable services sem er hægt að tengja saman. Þá fyrir þetta svolítið að verða aðeins ljósara. En þetta þýðir það að þetta er bara arkitektúr sem við erum með svona þjónustur, litla komponenta sem eru sjálfstæðir. Þannig að svona byggjum við applikasjónin úr þessu. Það þýðir það að hver eining er eitt deployment. Þannig að þegar ég kannski komið með 20 svona servisa, þá þarf ég að deploya 20 servisum eða gera það einhvern veginn í einhverjum bundli. En ég get breytt service. En þetta er ekki svona silver bullet vegna þess að það þarf alls konar samhæfingar, útgáfustýringar og það er fullt af dóti sem kemur fram, þannig ekkert gefið í þessu. En menn að segja að ef þú ætlar að byggja stórar applikasjónir, stórar lausnir sem þarf að breyta hratt og með fullt af forriturum, þá er það að brjóta þetta niður svona þjónustu einingar mjög góð leið. En það er ekki alveg sama hvernig það er gert. En það er alltaf þannig að það er nú eitt af lögmálunum í hugbúnaðargerð, það er þetta sem breytist, það þarf að aðskilja það frá hinu. Þannig að þetta er það sem við vorum að skoða og svona ef við tökum þennan arkitektúr og inn í þessum arkitektúr hérna eins og ég var að segja áðan, þá er kannski lagskipting, domain layer, database layer og svo framvegis og þessi lagskipting sem er bara lóðrétt á þessar einingar. Núna er hver eining hérna komið með sína eigin lagskiptingu. Og það sem þetta gerir líka, ef við trúum þessu API, ef API er sannleikurinn, það er bara eitt API sem þú notar hérna til að accessera þessa book service eða hvað það er, þá skiptir ekki máli hvað er bakvið. Og það er svolítið það sem að, ef þú ætlar að vera svona SOA believer, þá þarf þetta að trúa því að þér kemur bara ekki við hvað er bakvið. Og það getur verið Java-kóði, það getur líka vel verið að teymin sem sér bookstore service, það bara gafst upp á Java og skipti yfir í Ruby eða Scala eða eitthvað cool stuff. En það skiptir ekki máli, API-n virkar og allt annað virkar svo frammeins sem hann virkar. Það er ekkert annað á bakvið. Þannig að þetta er ekkert nýtt hugtak, þetta er bara klasar voru svona hannaðir. En þetta er svona hugmyndafræðin á bakvið þetta. Og síðan er þessi umræða hvernig tekur súpuna þína hana og svona setur hann inn í svona ákveðna þjónustur og síðan getur þú tekið hverja fyrir sig og gert það einmitt enn minni. Og síðan tala menn stundum með microservice. Microservice, það er til, þá er hugmyndin svo, það sem að til dæmis margir gera, það er að vera með bara svona viðráðanlega einingar. Þetta er tiltölulega stórar einingar. En hvað ef við getum tekið hverja af þessu og búta hana ennþá meira niður?
Og það eru sumir sem að gera þetta. Þannig að sumir segja þetta á ekki að vera meira nema svona 100 til 200 lines of code. Það er nú bara eitt skjáfylli. Og þá segja reynda að segja sko, það er nú kannski ekki alveg það sem að skilgreinir microservice. En sumir segja að þetta á bara að vera lítið vegna þess að ef þú þarft að breyta einhverju, þá getur þú hent þessu og endurskrifa það á einum eftirmiðdegi. Sumir að segja þetta. Ekki laga þetta, hentu þessu og gera þetta upp á nýtt. Og það er ákveðið sjónarmið út af fyrir sig. Ég er ekki að segja að það sé eina rétta leiðin. En allavega þú ert með mikroservisa, þeir gera lítið, þannig að hver eining fer niður í að vera bara hluti af stærri heild. Og svo getur við og ég hlustaði einhvern tímann á fyrirlestur þar sem að maður var að lýsa hvernig hann hefði búið til kerfi og þeir gerðu það þannig að þeir settu bara vefþjónin, þeir deployuðu þjónustunni með vefþjónunum inni. Og svo þá var bara þjónustan, hún var aðgengileg gegnum REST-API, bara yfir HTTP og hún var bara standardum, keyrandi. Algjörlega independent. Þannig að það er ýmsar leiðir til að gera það. Og þetta segir okkur, við sem arkitektar höfum fullt af valkostum sem við þurfum að vega með þetta þegar við erum að gera blueprintið fyrir arkitektinn okkar. Og það svolítið svona segir hvernig við gerum þetta í framtíðinni. Þetta er nú bókin okkar, Monolithic Architecture, það er þetta hana, blobbin hana. Og síðan er hana microservice, það er hana hinum einn, það sem er með bara endalausar litlar einingar og svo ertu með kannski eitthvað hana á milli. Þannig að þetta er skalinn, þetta er svona það sem menn verða að finna út og þessi fræði er alveg í mótu núna, það er svona þessir arkitektúrar eru ekkert svo gamlir. En þessi scale-kúpur, ég ætlum að berja hann til dauða setna, en svona aðeins bara til að fara í gegnum hann, þá er þessi monolith þar, allir MySchool sé ekki hérna, gruna það. Þannig að hér er monolithin, þá bara býið til eina þjónustu, bara object súpa, deploya hann einhverjum vel, og ef að vélinn er ekki nóg, þá bara stakka ég minni í henni, en það er bara ein vél. Ég get síðan eins og við gerum í Better, þá tökum við alla lausnir okkar, það er búið til blob, alla lausnir okkar, og setjum hann bara á marga vélar. En þetta eru sama lausnin á marga vélar. Við kannski með 4 vélar, 8 vélar, bara fyrir eftir hvað menn vilja. Eitt database reyndar, og þetta er X-scaling. Ég duplikera horizontally bara nýjar vélar hlið við hlið. Sér get ég líka gert annað. Bak við hverja vél, þar er databaseinn. En databaseinn er flöskuháls. Allir að nota sama databaseinn. Ef ég bæti við 100 vélum í viðbót, þá bara flöskuhálsinn er databaseinn. Það er bara einn database. Það er þetta klostera hann, en þá byrja peningarnir aldrei að fjúka um gluggann. En það sem ég get líka gert er að taka databaseinn og sjarta hún, eins og segja, dreift honum, partitiona gögnin. Það er þessi Y-scaling. Það er að segja þá dreifur gögnunum. Það býr síðan til önnur vandamál. Til dæmis ef að þú ert að koma gögnunum einhvern veginn öllum á eitt stað, þá getur þú talað downstream þjónustu sem taka þetta og sampla einhvern veginn. Þannig að það er alls konar leiðir til að gera þetta. En síðan var það þessi Y-scaling sem er að splitta monolithinu upp í margar þjónustur og dreifa álaginu á þjónustum og er til hugbúnaðar sem að gera svona hluti. Þú getur margar svona þjónustur, færri svona þjónustur, en þú splittar functionalityinu upp á mismunandi vélar eftir bara function, eftir hlutverki. Þessi service keyrir hér og hér, en hinar keyra hér. Og þá erum við að ná þessu hérna sem heitir Near Infinite Scale. Og þetta kemur út úr þessi bók sem að Chris nefndi. Ástæðan fyrir ég er að fara til Austurríkis í næstu viku er að ræða hvernig höndlar 700.000 transaksjónir á mínútu. Það er krán. 700.000 excellence. Og þú notar ekki database til að geyma gögnin ef þú ætlar að fara upp í það. En við viljum fara í Near Infinite Scale. Þannig að 700.000 er bara, nefndu bara hvað þú vilt. En þetta er auðvitað í mínum bransa, við viljum að selja lottómiða og svona drasl á kaupallir miðan á sama tíma. Og þá þarf að vera óbóðslegt scalability. Heyrðu, já, ég held að ég hafi, já, er ekki eitt svona quiz? Hvað er ekki satt? Ég er alltaf með svona ekki satt. Það er að fara
þjálfað mig í þessu. A. SOA does not affect performance. B. No service can access other service data except using APIs. SOA improves productivity through reuse. Monolith system must deploy all components.